Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og þessi þáttur er hluti af þáttaröðinni Draghi-skýrsluna, svo kölluðu. En ástæðan fyrir því að ég ákvað að gera þessa þætti er út af því að ég tel að þetta vera lykilplagg þegar að Ísland hyggst núna fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að við að halda aðildarviðræðum áfram við Evrópusambandið og ég sló til og gerði þessa þætti. Ef þú styrkja við þetta, þá getur þú fara inn á partus.is/einpæling en þú getur líka nálgast á alla þessa þætti. Þeir eru allir komnir út, þeir verða 8 talsins en þetta er þriðji þátturinn í þessari vegferð þar sem ég ætla að fjalla samkeppnishæfni, regluverk og nýsköpun sem að er svona algjört lykilatriði í skýrslunni og mun svo í kjölfarið fjalla gjaldmiðla, fjárfestingar og fleira og stöðu Íslands gagnvart þessu, lausnir sem að Draghi sér fyrir sér að grípa til en það mun allt koma núna í kjölfarið á þessum þáttum en eins og segi, ef þú ert að hlusta á þetta í opnu streymi að þá eru allir þessi þættir komnir út og alveg sama hver afstaða þín til þjóðaratkvæðagreiðsluna verður hérna 29. ágúst þá ætla ég í það minnsta að reyna að gera skýrslunni skil en fólk svo bara gerir upp hug sinn hvort að það hafi áhrif á þeirra ákvarðanatöku eður ei. Og eins og segi, þetta er þriðji þátturinn í þessari þáttaröð og ég ætla að ræða samkeppnishæfni og það er einn af svona lykilþáttum skýrslunnar út af því hún dregur einmitt nafnið sitt af henni. Hún er kölluð Draghi-skýrslan í svona almennu tali en heitir The Future of European Competitiveness og hann nefnir 3 lykilþætti sem hefur að gera með samkeppnishæfni en það er bæði að efla nýsköpun sem að hann telur að þurfa að bæta ætli aðildarríkin að taka þátt í þeirri verðmætasköpun sem að fylgir gervigreind sem að náttúrulega Kína og Bandaríkin standa ljósárum framar heldur en Evrópa í. Hann telur að þurfa að samhæfa kolefnishlutleysi og samkeppnishæfni eins og ég ræddi núna í síðasta þætti en þar var ég með að tala ETS-kerfi sem ég er alltaf líka að setja í samhengi við það sem við vorum að ræða hérna erum að ræða í dag en í síðasta þætti þá einmitt nefndi ég það að það væri svolítið sérkennilegt sjónarmið að ætla að draga úr svona ósjálfstæði mismunandi ríkja til þess að geta tekist á við loftslagsmálin en á sama tíma að auka við fjárfestingar og hann nefnir líka sérstaklega hrávörur sem er líka eitthvað sem ég ætla að koma inn á aðeins síðar. Hann talar varnarbúnað, hann talar nauðsynlegar svona tækni innviði sem hefur náttúrulega með bæði þetta að gera. Það er að segja hrávörur og varnarbúnað og hann segir að Evrópa sé, illa í stakk búin til þess að geta tekist á við svona framtíðarverkefni út af lélegri samkeppnishæfni. En til þess að uppfylla þessi atriði segir hann bæði að fjárfestingar eins og segi vera nauðsynlegar og að endurskoða þurfi regluverkið í heild sinni sem er miklu erfiðar að gera heldur en að segja. Og þetta er endar annar hluti sem er svona áhugavert við þessa skýrslu út af því að þetta er ekki Draghi, þetta er ekki eini maður sem að fer yfir þetta Enrico Letta sem fjallaði innri markaðinn og sú skýrsla kom líka út árið 2024 hefur verið nefnd svona systurskýrsla þessarar Draghi-skýrslu. Hann einmitt nefnir keimlíka atriði og fer þar yfir hérna vandkvæði innri markaðarins sem að hann segir að sé þannig að Evrópa sé bara búið að segja sig úr allri samkeppni eða þar að segja þeir segja það báður. En það sem að er dálítið áhugavert að mínum að fjalla hérna er önnur skýrsla sem að kom út árið 1970 og ástæðan fyrir því að mig langar að ræða hana er að ég tel að sú skýrsla hafi valdið því og það er enda rætt líka í þessari bók hérna sem að ég hef notað mikið við undirbúning sem heitir Euro Tragedy og þar er enda rætt líka mikið þá skýrslu sem ákveðin svona ákveðið upphaf af því hvernig Evrópa hefur komið sér í vandræði en það er sem sagt Werner skýrslan og hún var leidd af Werner hópnum undir sem sagt leiðsögn þáverandi forsætisráðherra Luxemborgar sem heit Pierre Werner, ég veit ekki hvernig maður segir það en svo skýrsla sem sagt lagði grunninn af því sem að varð síðan hugmyndin af því að taka upp evru en einmitt í þessari bókina sem ég var að nefna Euro Tragedy að þá segir einmitt að Werner hafi gert sér grein fyrir því að það væri ekki hægt að skapa svona sameiginlegt myntbandalag
áður en að pólitísk samstaða myndi skapast áður og þetta náttúrulega kemur, það er ekki það langt þarna síðan að seinni heimsstyrjöldin var háð en Werner sagði mitt að þetta myndi vera nauðsynlegt inn í það að skapa þessa pólitíska samstöðu og Werner gerði sér grein fyrir því að sameiginlegt myntbandalag myndi aldrei virka nema að væri pólitísk samstaða en aftur á móti að þá fór hann eins og hann Ashoka Modi ræðir henni í bókinni svolítið að móti sinni sannfæringu þar sem hann bara vonaðist til að sameiginlegt myntbandalag myndi auka við pólitíska samstöðu en aftur á móti eins og við fjallaðum í bókinni að þá voru Frakkar og Evrópubúar, þjóðverjar með svona svolítið mismunandi hugmyndir fjallar það að Frakkar vildu svolítið svona fela sína eigin leti með því að vera að moka sér undir þjóðverja og þjóðverjarnir gerðu ráð fyrir því að ef það yrði sameiginlegt myntbandalaga þá myndi Frakkar verða meira eins og þjóðverjar og aðrar Evrópusambandið þjóðir hvorugt náttúrulega gerðist samstæðan varð ekki til staðar og Evrópusambandið hefur einmitt verið að takast á við þennan vanda sem hefur að gera með það að fólk rosalega mikið að tala fyrir sínum eigin hagsmunum og í svona pólitík inn á við inn í Evrópusambandinu og einn af þeim þáttum reyndar sem að ég tel að sé mjög sannfærandi það sem rætt aftur í þessari bók sem að það að vandinn hefur líka verið að myntbandalagið hefur verið svona undir þeim formerkjum að það því svona keimlík pólitísk stefna að þá hefur sjálfstæð skattstefna verið eitthvað sem að ekki hefur verið hægt að takast á við. En út af þessum vandkvæðum að þá nefndi Werner einmitt að nauðsynlegt væri að búa til miðstýrt vald sem að varð síðan Evrópusambandið í kjölfarið sem að myndi grípa inn í ef að svona vandræði kæmu upp í gjaldmiðlamálum og aðrir sem að kæmi við svona efnahagslegum ákvarðanatökum og úrvarð það sjálfsögðu Evrópusambandið og þetta var árið 1970 þetta löngu áður en að Evrópusambandið verður formlega stofnað en þetta svona á tímum þess sem að var EEC eða European Economic Community og kola- og stálbandalag Evrópu en ástæðan fyrir því að ég einmitt að nefna þetta hugarfar miðstýrt kerfi einmitt það sem að Werner-hópurinn hafði svolítið áhyggjur af því að það gæti orðið þar að segja þeir töluðu fyrir miðstýrtu kerfi en þeir aftur á móti töluðu líka það að ef að svona sameiginleg pólitísk stefna myndi ekki skapast með þessu myntbandalagi að þá gætu þeir lent í vandræðum. Þannig að þessi svona miðstýrði kjarni sem þeir höfðu upphaflega áhuga á að stofna sem að þeir síðan fengu upp úr hattinum hefur ekki tekist að takast á við þau vandamál sem að hefur að gera með sérhagsmuni umfram heildarhagsmuni og eins og segi, þetta kemur ekkert frá vondum stað það margir sem að tala það að Evrópusambandið sé eitthvað svo ræðilegt og það sé ekki í stakk búið til að takast á við ákveðin verkefni sem alveg rétt en vandinn ekki sá að Evrópusambandið sé eitthvað slæmt heldur það bara að reyna að móta sig eftir þessum heildarhagsmunum sem að hefur líka með það að gera og ástæðan að mínum mati eins og ég mér koma inn á fyrir því að Evrópusambandið sé komið í þau vandræði sem það og Draghi-skýrslan fjallar Fiskur lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar allt það úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. Hlaðvarp í samstarfi við bæjarins bestu pylsur. Þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pylsu þá veistu nákvæmlega hvað þig langar í. Þig langar í bæjarins bestu pylsu og það því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarpi í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. Og nú eins og í Werner-skýrslunni að þá segir Draghi að þessi mikilvægur þáttur í því að takast á við vandamál Evrópu í dag sé einmitt að straumlínulaga ferla með því að auka sjálfstæði og áhrif Evrópusambandsins þvert á vilja smærri ríkja.
og þetta var það sem að mér þótti líklega áhugaverðast í því sem að svona skýrslan fjallaði í sambandi við stöðu okkar núna þegar við hyggjumst ætla að fara þangað inn. Því að þau vandamál sem að Draghi að nefna eiga öll rétt á sér. Hann bendir á mjög skýran máta á öll þau vandamál sem að fyrir hendi eru og einmitt gagnrýnir það með það augum að auka getu Evrópusambandsins til að takast á við vandann. Og það sem sagt kafli í skýrslunni bæði í A-hluta og B-hluta sem að heita einfaldlega strengthening governance eða að styrkja alríkið. Og í B-hluta skýrslunar segir Draghi: til að endurvekja samkeppnishæfni Evrópusambandsins þarf að endurmeta stofnanaskipan þess og starfshætti. Eins og sýnt fram í þessari skýrslu getur ekkert aðildarríki tekist eitt á við áskoranir sem að snúa samkeppnishæfni eða keppt við helstu alþjóðlegu keppinauta Evrópu. Evrópusambandið því mikilvægara en nokkru sinni fyrr sem vettvangur fyrir aðildarríkin til þess að takast á við sameiginlegar áskoranir. Á sama tíma getur flókið stjórnskipulag Evrópusambandsins á ýmsum sviðum dregið úr skilvirkni og árangri sameiginlegra ákvarðana í samanburði við Bandaríkin og Kína. Þessi alþjóðlegu keppinautar geta starfað sem eitt ríki með samræmda efnahagsstefnu og samhæft öll þau stjórntæki sem að þarf til að framfylgja henni. Jafnframt getur óhóflegt regluverk og stjórnsýslulegt íþyngjandi álag torvelda rekstur fyrirtækja innan Evrópusambandsins og dregið úr samkeppnishæfni fyrirtækja þess. Til að efla hið sérstaka stjórnmála og stofnanalíkan Evrópusambandsins þyrfti að breyta stofnsáttmála þess. Hins vegar nú þegar unnt að ná verulegum framförum með markvissum breytingum sem ekki krefjast slíkra sáttmála breytinga. Og tilvitnun lýkur. Og hann nefnir sem sagt 3 atriði sem að hægt að fara í svona strax, og það í fyrsta lagi að endurskipuleggja áherslur Evrópusambandsins, gera færri hluti betur sem að ég tel reyndar að séu hárréttar áherslur sama hvort að það séu ríkjasamband eða bara ríki almennt. Hann telur að þurfa að auka hraða ákvarðanatöku og samþætta aðgerðir sem að ég tel líka að stórum hluta vera rétt, og svo síðast nefnda að einfalda regluverkið þar sem hægt sé að auka skýrleika þeirra regluna sem að aðildarríki og fyrirtæki innan þess séu að lúta, gera það aðgengilegri og samþætta regluverkið. En það sem náttúrulega sérstaklega áhugavert að íhuga að þessi samkeppnisatriði sem að nefnir í skýrslunni gagnrýni, en samt eins og ég fór yfir í síðasta þætti hann ragur við það að segja að kerfi Evrópusambandsins sé einhvern veginn slæmt. Það að segja, hann fer í svona nitti-gritti atriði það hvað mætti bæta, en hann alveg sem með ETS-kerfið að þá hann ekki að tala fyrir nefnir svona allsherjar yfirhalningu á því að takast á við á hlutina. En það einn mjög áhugaverður angi í þessu sem að líka ótrúlega áhugaverður fyrir okkur, sem að gagnrýni hans á verðmætasköpun og vangaveltur það hvort að góð laun séu eitthvað sem að gæti verið að þvælast fyrir Evrópuríkjum. Það að segja að út af því að störf að flytjast úr landi og ákveðin iðnaður að flytjast úr landi, hvort að Evrópubúar séu ekki bara of háum launum. Og hann meitt nefnir þetta að eins og flestir vita að þá eru laun Evrópu almennt séu töluvert betri heldur en gengur að gerast annars staðar í heiminum, fyrir utan náttúrulega Bandaríkin. Evrópubúar hafa notið góðs af því að svona allt frá iðnbyltingunni hafa þeir fengið að njóta ábata af hárri framleiðslu fyrir hverja unna klukkustund sem að hver og einn maður eða kona vinnur, sem að hefur skapað þau ævintýralegu lífsgæði sem að við í dag búum við. En Draghi bendir á að framleiðsla á hverja klukkustund hver starfsmanns sé orðið vandamál, og hann segir þetta vera kerfislegan vanda, og þá hafi iðnaður flust úr landi sem að sjálfsögðu hefur verið svona vegna sjálfskapaðra takmarkana sem byggir á þeirri hugmyndafræði að iðnaður sé einhvern veginn skítugur og betra sé að flytja hann úr landi þannig að þú sjáir hann ekki. En það sem einnig að svona ýta í sömu átt að kapitalismin hefur valdið því náttúrulega störf sem að krefjast mikill endurtekninga hafa flust úr landi og til þá landa þar sem að hver unnin klukkustund töluvert verð borguð. Og þetta, eins og segi, þekkja Íslendingar náttúrulega mjög vel. Við getum boðið upp á mjög há laun og við getum boðið sjálfum okkur mjög góð laun, og aðra þjóðir náttúrulega telja okkur vera á svona ýmsa vegu í öfundsverðri stöðu
Orka eitthvað sem að við höfum nóg af, félagslegir innviðir eitthvað sem að eru hérna í ríkum mæli og það náttúrulega alls ekki þannig annar staðar. Menning annar staðar töluvert verri heldur en hér á Íslandi, þannig að þeir félagslegu innviðir eitthvað sem að og gerir okkur að fýsilegum kosti þegar að fyrirtæki að meta eða vega að meta hvar þeir vilja starfa. Og svo að sjálfsögðu höfum við náttúrulega mannuð sem gríðarlega vel menntaður og afkastamikill þegar að réttu hvatanir eru fyrir hendi. Þetta gerir það verkum að við búum, eins og segi, við mjög mikil lífsgæði og Draghi parar þessa gagnrýni reyndar á annan þátt sem að Evrópa hefur virt að vettugi, sem það að fyrirtæki sjá þessa innviði sem ég var að telja upp sem að á við Ísland, en fyrirtæki svona sérstaklega á svona alþjóðamarkaði sjá þessa félagslegu innviði og annað í minni mæli sem fýsilega forsendu fyrir því að byggja upp sín fyrirtæki í Evrópu. Og eins og ég hef nú nefnt í báðum þáttum í þessari yfirferð að þá telur Draghi það vera eina grunnforsendunum fyrir því að Evrópu takist að svona rétta úr kútnum, að það sé einmitt að bæta samkeppnishæfnina og auka við fjárfestingar sem að nema tvisvar til 4 sinnum Marshall-aðstoðin sem kom inn í sem innspýting inn í Evrópu eftir seinna stríð. En eins og segi, staðan innan Evrópusambandsins þannig að ekkert evrópskt tæknifyrirtæki á borð við Apple, Nvidia eða Microsoft hafa viljað koma til Evrópu, og þriðjungur evrópskra einhyrninga sem stór fyrirtæki sem að ná því marki að vera metið á $1 miljard $1 miljard að þessi þriðjungur þeirra hefur kosið að fara út úr Evrópu. Og til að setja þetta í samhengi við Ísland að þá Keresis fyrsti og eini íslenski einhyrningurinn, ekki, ég held að sé eini, en allavega fyrsti einhyrningurinn þegar þeir seldu fyrirtæki til Coloplast fyrir $1,3 miljard árið 2023. En eins og segi, þessir einhyrningar eru í miklu meira mæli að forðast það að taka upp hverskins starfsemi í Evrópu eða þá að reyna að taka föggur sínar og fara úr Evrópu. Og þetta náttúrulega ævintýralegt vandamál. Maður náttúrulega sjá, var ekki Björgólfur Thor sem var að fara frá London einmitt út af því að skattarnir væru orðnir á háir, en það ekki bara skattarnir, heldur líka það kerfi sem að fyrir hendi sem að veldur því að fyrirtæki telja sig bara, að það sé ólíft að vera að starfa innan Evrópu. Og eins og segi, Draghi segir líka samt aðrar forsendur búa að baki heldur en þær sem að ég að tala um. Það náttúrulega þetta sem hefur að gera með orkuna, eins og ég fjallaði í síðasta þætti. Ef að orkan ekki fyrir hendi, þá á fyrirtæki ekki að fara að flytjast til þeirra, sérstaklega þegar fyrirtæki sem eru í orkufrekum iðnaði, og þetta náttúrulega hefur gríðarlega áhrif á innri markaðinn, eins og Enrico Letta fjallar í sinni systurskýrslu sem ég var að nefna áðan, þar sem að hann færir rök fyrir því að regluverki innan sambandsins sé svo handahófskennt að fyrirtæki eiga ekki bara erfitt með að starfa þar, heldur líka bara að koma þeirri vöru til neytanda sem að fyrir hendi þannig að það bæði erfitt að starfa, en líka þegar þú komið með einhverja afurð út úr þínu verkferlum, að þá rosalega erfitt að selja hana. Þannig að það svona mörg atriði að vega þungt í þessu. Þá eru líka mismunandi reglur fyrir mismunandi lönd, mismunandi leyfisveitingar, skattkerfi og að ég að tala um innan Evrópusambandsins, og það líka mismunandi eftirlit, og eftir því ég hef talað við fólk sem hefur unnið innan Evrópusambandsins og fólk sem hefur sett sig í samband við mig út af þessum umræðum hérna, út af því ég að tala um þessa skýrslu. Og það ekki einu sinni óumdeilt, það ekki einu sinni umdeilt innan Evrópusambandsins að þetta sé fyrir hendi. Það að segja að það bara svo rosalega margir hagsmunir að vegast á, að þegar framkvæmdastjórnin ætlar að taka einhver ákvörðun, að þá
kemur upp úr hattinum eitthvað allt annað plagg heldur en það var lagt upp með í upphafi. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú har til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögin núna í haust, eða þá einfallega vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig og þurfir ekki að vera hugaði þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin, þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. Það fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem að í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuð með góðum vinum. Kaldi á einfallega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég gríðarlega ánægður með það. Harðfiskur sælgæti sem að nú fæst á hreint út sagt ótrúlegu verði. Þið farið núna inn á hrafnadalur@einpæling.is og færið heimsendan ótrúlega góðan harðfisk, þannig að það að gera. Senda e-mail á hrafnadalur@einpæling.is og fá þessa dýrindisvöru senda heim að dyrum. Þannig að allar þessar áhyggjur Evrópusambandsins það að geta ekki móta sér stefnu og stefnumörkun sem að þvert á vilja smærri aðalana. Það ekkert, eins og ég var að nefna einn upphæð, það ekkert eitthvað galið að þeir séu að haga hlutunum þannig. Flestir gera sér náttúrulega grein fyrir því að þegar bara mismunandi hagsmunir eru fyrir hendi að þá náttúrulega hægir það á öllu ferlinu. Þá gerir ákvarðanatöku miklu flóknari og upphafsmarkmiðin verða bara allt önnur. Og bara þú veist, við getum tekið dæmi bara, tökum bara út af því að mér finnst gaman að tala það, bara ETS-kerfið sem að ég var einmitt að ræða henni í síðasta þætti og mátum þetta bara við veruleika Íslands og bara hvernig þetta myndi koma til með að líta út frá sjónarhorni Evrópusambandsins. Í dag borga, ég held að, þegar að skip koma frá Boston eða eitthvað þannig, að þá borgar það 50% af ETS-gjaldinu. Ef það innan Evrópusambandsins þá allt borgað. Þannig að ef að skip siglir til dæmis frá Boston til Rotterdam að þá borgar það skip 50% af ETS-gjöldunum. Ef því siglt frá Íslandi það 100%, það að segja af öllum ETS-gjöldunum sem að við tækjum það upp á fullu og ef við værum með undanþágur þá væri það bara 50% alveg eins og það í Boston. Ok, en og eins og segi, út af því við erum að setja í samhengi við það hvort að Evrópusambandið getur verið að taka hagsmuni smærri ríkja til athugunar og veita undanþágur. Ef að Evrópusambandið og þeir myndi bara segja, þið fáið bara undanþágu frá ETS, að þá væri skip til dæmis að borga töluvert minna fyrir hverja ferð sem að þeir getur þá sett okkur, við myndum taka við skipum til dæmis frá Boston og þá var það að borga minni ETS-gjöld ef við varum með undanþágu og þá verðum við náttúrulega að setja okkur í stórkostlega góða stöðu gagnvart til dæmis Bandaríkjunum ef við getum bara boðið upp á umskipanir og myndum bara fá fyrirtæki sem að kemur bara og borguðu eða umskipuðu í Sundahöfn og myndu þá borga töluvert minna gjald til Evrópu. Þá væri ETS-gjaldið bara miklu minna. Ég held að siglingaleiðin til dæmis frá Íslandi til Boston sé eitthvað 2200 kilometrar eitthvað svoleiðis og frá Boston til Rotterdam þá þetta eitthvað kringum 5800 eða 6000 kilometrar. Ef að skipið væri til þess að fara frá Boston til Rotterdam og eins og segi, ég vil ekki taka of stórt upp í mig til þess að tala það hvort að logistics myndi make a sense gagnvart gámaflutningunum. En þá væru við samt komin í þá stöðu að það væri bara hægt að sigla skipum til Íslands og fara með þaðan til Evrópu og það verður að borga miklu minna. Ég held ef þú siglir frá Indlandi og gegnum Suezskurðinn og til Evrópu að þá þarf það að borga eitthvað ákveðið mikið í ETS. Það myndur ekki make a sense að fara til Íslands en ég samt alveg 100% á því að ef að við yrðum bara það heitir hub and spoke kerfi þar sem að umskipanir og dreifing á sér stað
þá getum við boðið upp á bara margfalt betri kjör fyrir til með stór skipa eða svona, hvað heitir þetta, ULCVF, Ultra Large Container Vessel, sem bara svona risaskip og ég var nú eitthvað að kynna mér þetta daginn þegar ég var að lesa hérna The Box, sem bók sem fjallar nákvæmlega þessi mál, þar sem að tala umbreytingaferli og stöðlunarkerfi skipalflutninga. En hugsa ykkur ef að við getum bara komið okkur í þá stöðu að vera bara með risahöfn, þar sem við værum bara höfn fyrir ETS-kerfið. Að sjálfsögðu getur, og við getum notað, við þurfum kannski ekki að nota Sundhöfn, ég var náttúrulega að tala við Birnu Ósk hennan daginn sem var að vinna hjá stórfyrirtæki í þessum efnum. Hún sagði mér bara, við erum ekki að byggja hafnir í Evrópu, við erum bara að byggja hafnir þar sem að fólk hefur hagsmun af því. En hún var einmitt líka að segja að Þorlákshöfn væri, ég veit ekki hvort hún har nefnt Þorlákshöfn, hún var allavega ekki hrifin af því að auka Sundhöfn, eða hvort hún vildi að við erum með eina skipahöfn. Við erum myndir rétt, ég man ekki alveg, skiptir ekki máli. Punkturinn þessi, og eins og segi, logistikinn, það getur alveg verið að það sé ekkit betra að sigla frá Indlandi til Íslands, örugglega ekki. En ég held sko að þetta eitthvað kringum 100-200.000 evrur á svona ULCVF skip, sem að þeir þurfa þá að greiða með sendingunni út af kolefnislosun. Og þetta eru sturlaðar upphæðir og ég næ ekki hvernig það verið að para þetta við bara veruleika Evrópu og segi, það að gagnrýni Draghi alveg eðlileg að regluverkið sem að þeir eru með akkurat í dag þurfi einbeittari stefnumörkun en það þýðir samt líka að ef að við myndum gangast undir það regluverk og við þá myndum örugglega þurfa taka upp allt ETS-kerfið því eins og ég var að segja að Evrópusambandið ekki að fara að samþykkja það að við séum bara í allt annari stöðu og skapa þá ákveðina bara risa hvata inn í skipasiglingar þannig að Ísland sé bara í töluvert betri stöðu heldur en önnur lönd og við erum bara að taka rjóman af því. Það meikar ekkert sens frá sjónarmiðum Evrópu. En eins og segi, jafnvel ef að Draghi og eða væri farið eftir öllum hugleiðingum Draghi það að bæta regluverkið að þá held ég að sama þótt að það væri fullkomið regluverk sem að væri búin að móta fullkomna hvata og geti ekki alveg séð fyrir mér hvernig Evrópusambandið geti haldið úti þessu ETS-kerfi með því jafnvel þó að þetta regluverk væri bara komið væri bara fullkomlega sviðsett. En eins og ég segi, þá telur Draghi samt sem áður að vandamáli sé að Evrópubúar og Evrópusambandið og þjóðirinn að þess séu bara of svifasein og svifasein nákvæmlega út af því að smærri aðilar geti ekki tekist á við þetta regluverk og það bara ekki hægt að hafa þessi smærri ríki sem eru sífellt fyrir ákvarðanatöku með eitthvað neitunarvald þar sem að sérhagsmunir þeirra gera það að verkum að Evrópusambandið sé ólíklegri til þess að ná árangri. Og ég reyndar held að þetta sé nákvæmlega ástæðan fyrir því að Ísland fái ekki undanþágu frá ETS. Þessi leikjafræði náttúrulega byggir á því að við myndum þurfa að komast í úr landi, þar að segja við þurfum að komast í úr landi, við reiðum okkur að öllu leiti á skipaflutninga, við erum ekki með lestir. En Evrópusambandið getur ekki verið að taka sérhagsmuni Íslands út fyrir sviga og þá bæði fara aðrar þjóðir að spyrja þessi spurninga en líka það hvatastýringakerfi sem myndi koma þá sjálfkrafa í kjölfarið myndi gera það að verkum að skipaflutninga getur breyst til Evrópu og þá væri þeir náttúrulega að fá töluvert minna út úr kerfinu. Þá væri náttúrulega umskipað í Sundahöfn komandi frá Boston og öfugt. Það væri bara minni peningurinn í kassan fyrir Evrópusambandi sjálfkrafa, sérstaklega þá frá Bandaríkjunum. En ef einbeitum okkur aðeins aftur að nýsköpuninni að þá segir Draghi að Evrópa hafi mist af stafrænu byltingunni og þegar að þeir innviðir sem nú fyrir hendi eru komu upp í Bandaríkjunum að þá var Evrópa einfaldlega að einbeita sér að einhverju öðru og þar af leiðandi verður mjög erfitt fyrir Evrópusambandið að móta sér einhver svona móta sér sem einhver svona samkeppnishæfan aðila sem getur tekið þátt í þeirri vegferð sem að sjálfsögðu eins og ég nefna nú aftur Bandaríkjun og Kína eru á. Og þeir sem hlustuðu á fyrsta þáttinn munið eflaust eftir myndbandinu sem ég spilaði með Gumma Hafsteins þar sem hann sagði að tæknifyrirtækin væru einfaldlega að flýja Evrópu
en í kaflanum samkeppnishæfnina segir hann einmitt vandan hafa verið sá að regluverkið hafi gert það að verkum að smærri fyrirtæki hafa flúið Evrópu og nefnir þá sérstaklega í því samhengi einmitt fyrirtæki sem að vinna í tæknigeirunum og það vegna þess að hann kallar þetta the regulatory burden eða regluverksbyrðin en hún byggir á því að þegar nýsköpunarfyrirtæki eða önnur fyrirtæki sem eru að hefja rekstur geta ekki í rauninni byrjað að einbeita sér að sinni vöru heldur þurfa að hringja í lögmann eða kíkja á það hvort að viðkomandi fyrirtæki standist allar regluverksskuldbindingar og hvort að þeir séu svona bara jafnvel að brjóta lög að þá mjög ólíklegt að það sé umhverfi sem þeir nenna að starfa í. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi svona ótrúlega gott Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem að ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi. Ótrúleg útsjónasemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps HD. HD íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda, farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir í heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða. Sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annar staðar að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. Og sérstaklega markvert náttúrulega í þeim efnum þessi persónuverndarlöggjöf sem að mörgum hugnast bara út af því að hún að verja frelsi fólks til ákveðinar friðhelgi á þessum ólgu tímum, en hins vegar hafa mörg fyrirtæki bent á að hún gangi allt á langt og í mörgum tilvikum flókin eða svo flókin að nánast enginn getur skilið hana. Og hann nefnir einmitt svona þessi slæmu áhrif sem að þetta hefur á þessi smærri fyrirtæki en ekkert síður á stærri fyrirtæki sem að þurfa að standa skil á gríðarlegri pappírsvinnu og nýta þá fjármagn til þess að standa svona réttu megin við regluverkið og þarf að greiða alveg ótrúlega mikla peninga í lögmenn og aðra til þess að hafa yfirsýn yfir á allt þetta regluverk sem að jafnvel Evrópusambandið sjálft skilur varla. Þetta svona svolítið eins og með fjölmiðlanefnd sem að skilgreina hvað fjölmiðill Þeir vita það ekki sjálfur en þú átt samt að skilja það, sem einhver svona kafkaðiskur veruleiki sem algjörlega sturlaður. En eins og segi, þetta það regluverk og það verklag sem að Evrópusambandið hefur verið að byggja á undanfarin ár, sem hefur gert það verkum að allir þessi einhyrningar sem ég var að nefna áðan hafa kosið að fara út úr landinu. Og þegar þetta jafnvel með þessu, það vont fyrir smærri fyrirtækin, en jafnvel ef við tökum þessi stóru fyrirtæki, að þá þeir náttúrulega að greiða ógrynni fjár í þetta. Það fjár þarf að vera velt út í verðlagið sem að eykur verðbólgu sem að veldur því svo að fólk hafi minna á milli handana. Og þess vegna einmitt setur Draghi samkeppnishæfnina í samhengi við velferðarkerfið, því eins og ég nefndi hérna áðan, þá telur hann það ekki vera sérstakur vandi að fólk sé á háum launum, heldur að fólk hafi ekki hagsmuni af því að auka við framleiðslu sem hefur áhrif á skattstofna og getur ríkisins til þess að halda uppi velferðarkerfinu án þess að þurfa að auka peningaprentun. Því að spurningin fyrir land eins og til dæmis Ísland sem einmitt með þessar breytur fyrir hendi. Við erum með dýrt vinnuafl, við erum með sterkt velferðarkerfi, við einhvern veginn svona fyllum upp í, við tikkum í öll boxin sem að Draghi einmitt að nefna. Og þá einmitt bara áhugavert að velta því fyrir sér hvort að
það ákvarðanatökur sem að við þurfum að taka hér á landi því að þau vandkvæði sem að við erum með líka náttúrulega út af því að við erum búin að taka upp mikið af þessu regluverki EES sem að eins og Draghi nefnir sé ekki svona það regluverk sem að það átti að vera í upphafi og var örugglega á einhverjum tímapunkti heldur það bara búið að snúast upp í andhverfu sína með þessu regluverka fargani en í það minnsta þá þetta áhugavert þegar við erum að spyrja okkur hvort að við erum að taka upp allt regluverk sem að kemur frá Evrópusambandinu og hvort að það sé það besta sem að gæti hent okkur. Ég veit það ekki, maður náttúrulega búin að vera að pæla í þessari skýrslu, kannski maður bara svo litaður líka á þessari skýrslu, kannski þetta bara eitthvað sem maður búin að vera ómikið að pæla í og ég veit það ekki, maður svona sérstaklega með þá sem að telja Íslandi betur borgiðana, ég á ekkert erfitt með að sjá það sko, ég skil alveg þetta með gjaldmiðlana, ég ætla að mynda að fjalla um þá í næsta þætti ef ég var ekki búin að nefna það, en ég skil ekki hvernig hægt að taka þetta veigamikla plagg sem ég tel að Draghi-skýrslan sé og segja bara, Evrópusambandið það nú bara að laga þetta, þetta er alveg svona sturla fjarlægt og ég var endur að nefna þetta núna þegar ég veit ekki hvort ég hafa nefnt í sensta þætti að þegar Draghi kemur einmitt þegar skýrslan var einsás og þá kemur hann fram og segir bara þið eru ekki búin að gera neitt í þessu og er mjög pirraður í Evrópusambandið, hann náttúrulega kýs orð sín með varfærnislegum hætti en hins vegar þá er hann að segja þetta og að Evrópusambandið hafi gert nóg til að takast á við þetta hvort að það sé regluverkið að verja sjálft sig sem ég er enda til að það sé er alveg augljóst en þegar við erum að tala að ganga þar inn að þá eins og segi, þegar maður er að ræða við þá sem við ætla að segja já sem er bara flott, bara þegar við segja já bara ekki spurning en svona þessi ég veit ekki, ég er ekki með orðið yfir það þessu svona bara hugmyndum það að það sé bara hægt að vera þetta algjörlega vettu í þetta skiptingu máli það skil ég ekki en ég ætla svo sem að fjalla líka bara það í næstu þáttum Paradox.is/einpæling ef þú vilt horfa á alla þessa þætti annars bara takk kærlega fyrir að hlusta næst það gjaldmiðlanir og verið góð við hvort annað